En fyrst skulum við líta inn til reykvískrar fjölskyldu sem nú að koma sér vel fyrir framan sjónvarpið. Það eru sparisjóðirnir sem styrkja þessa útsendingu. Sparisjóðirnir fyrir þig og þína. Ekki nýju kökuþátturinn að byrja? Þú og þínar kökur. Það ekki kökuþátt. Þetta þáttur frá Grænlandi. Nú, frá Grænlandi. Það smá kúltúr. Veitu, af hverju snjór á sjónvarpinu? Frá Grænlandi, ég sagði það. Ingibjörg gerði eitthvað. Ég sem var að bíða eftir uppskrift að nýju dreifbýliskyni. Jesus Christ, maður. Þetta nýju þáttur hana þeytingu minni ekki. Horfum á daginn að Húsavík eitthvað. Þessi frá Ísafirði sem Magga systir býr. Það? Nú, frá Ísafirði, þá ekkert skrítið að sé allt í snjó. Kúlmaður, það ekkert nema snjór á það. Hvaða vittleysa? Við segjum nú að sé besta veður á landinu á sumrinu á Ísafirði. Og engin snjór. Nei, mér. Býtu, hvað rugla þetta hana nýtt skíðasveið ef það engin snjór? Það hægt að gera ýmislegt annað á Vestfjörðum en að fara á skíði. Já, Ísafjörður til dæmis mikill menningabær. Já, það meira að segja leikfélag þar. Já, svo segir Magga systir. Hvað heitir það? Litli golfklúbb, leikklúbbin eða eitthvað Já, sunnudagakórinn. Já. Pabbi. Sunnukórinn. Þetta sunnukórinn hana sem Magga í. Nei, annars. Það getur ekki verið því þá hún að syngja bassa. Já, heyrðu, svo einhvern minnsta galleri hérna á landinu, Eddi bróðinn og allt það. Ekki verið hann nú fengið að sína þar. Það getur nú ekkert verið heldur. Með þessi ógeðslu, ömurlegu gubbu myndir. Svona, það eru bara svona stóra hjá hann þetta. Það eru bara ljótar. Ég held að hann ætti nú bara að halda sig við nikkuna. Já, það segir þú satt. Hann Eddi alveg snillingur á harmoníku. Hann var nú að spila með harmoníkufélag Ísafjarðar einu sinni. Ótti að það var ekki þegar sprengdu fyrst á hornsteininn þarna í jarðgöngunum. Jarðgöng? Já. Til hvers? Ég sko út á snjónum. Sagði það. Nei, heyrðu, það er að rofa til. Sjáu þið, snjórinn að hætta. Svona færði. Þetta er að byrja. Kannski sjáum Möggu. Góðir áhorfendur, velkomnir til Ísafjarðar! Og við bjóðum velkomin stjórnanda þáttarins, Steinar Jónasson. Komið sæl og blessuð og gott kvöld. Við byrjum þessa þáttaröð, þeyting á Húsavík. Þeir tóku þessa áhættu að taka á mót okkur og við þökkum kærlega fyrir það. En nú erum við komið vestur, svona förum við þess og kruss landið. Og nú byrjar alvaran, svo sannarlega. Hún byrjar núna. Það á að fara að keppa, eins og við erum búin að gera. Það á að keppa í bestu auglýsingunni, eða bestu auglýsinguna. Það á að keppa besta tónlistaratriðið, besta hagyrðingin, bestu lygasöguna sem verður að vera sönn. Og líka bestu áhorfendur. Jæja, ég get sagt ykkur það að þið eru komin á blað. Það er rétt sem ég vístir. Jæja, Magnús, nú skalt þú segja mér hverjir eru þessir, kollnungu spilarar sem eru með þér. Ég veit ekki hvað ungir, en það er hann Jóngeir Jóhansson hérna sem ber húðirnar. Samúel Einarsson. Gamalkunnur bassaleikari. Gamalkunnur bassaleikari. Og þú treystir þeim til þess að koma... Ég treysti þeim vel til þess, já. En við skulum aðeins hugsa það hvað Ísfirðingar ætla að bjóða okkur upp á í kvöld. Það er leiklist. Það er tónlist. Og það er ekkert bara tónlist, það er music. Er ekki svoleiðis sem að menn segja á Ísafirði. En matargatið verður á sínum stað. Það er eitt sem ég styr. Og það verður vestfirskur hnoðmur eftir því sem ég best veit, eða ég hef þann grunn með viðeigandi lykt og öðru slíku.
En kynlífskönnun var gerð hér í sumar, mjög öflug könnun, og það 6 manna úrtak sem að farið eftir. Húsvíkingar, þeir stóðu sér þokkalega, þeir njóta ásta 3,3 í viku. Það sagði mér kona á Húsavík að það væri ekkert að marka þetta meðaltal vegna þess að það væri svo margir tórarnir og áhafnir í smugunni. Það kannski svolítið sér líka, ég veit það ekki. Það var það að koma í ljós hvernig þið standið ykkur á þessu sviði. En tertan góða, hún komin. Hún frá Rödd Tryggvason í gamla bakarínu. En við skulum aðeins byrja á því að skoða myndir af þessum fallega bæ Ísafirði eins og hann getur litið út fallegastur. Við erum stödd á Ísafirði. Ísafjarðarkaupstaður stendur á eyri við Skutulsfjörð. Í kringum bæinn eru há fjöll og dalir inn af bænum. Bærinn fekk kaupstaðarréttindi árið 1866. Elsti hluti kaupstaðarins, sem jafnframt elsta húsaþyrpingin á Íslandi, svonefndur neðsti kaupstaður. Húsin þar voru byggð á 18. öld og hafa verið varðveitt og þar nú bústaður bóka og safnvarðar og glæsilegt sjómannasafn. Undanfarin ár hefur verið mikil vakning fyrir uppbyggingu og endurbótum á gömlum húsum í bænum, þannig að gamla bæjarmyndin hefur haldið sér að mestu, þótt nýju hús hafi komið í stað gamalla, eins og til dæmis hið glæsilega stjórnsýsluhús í hjarta bæjarins. Það oft sagt að Ísfirðingar séu sterkt fólk og stórbrotið í lund. Þeir séu stórtækir og aldrei hálf volkir. Ef til vill endurspegla þannig vestfirska náttúru sem í senn tignarleg og óárennileg. Menningarlíf mikið í bænum. Litli leikklúbburinn sér öflugt leikhúslíf og tónlistarskólinn heldur uppi kröftugu tónlistarlífi í bænum. Ísafjörður hefur upp á að bjóða eitt besta skíðasvæði landsins, bæði í Tungudal og Seljalandsdal, hvort sem fyrir svig eða göngu, og hafa Ísfirðingar geta verið stoltir af sínum skíðamönnum. Auk þess geta kylfingar sveiflað kylfum í Tungudal á 9 holu golfvelli. Á Ísafirði aðal atvinnuvegurinn fiskur og útgerð, og frá Ísafirði var gerður út fyrsti vélbáturinn aldamótin. En nú öldin önnur, og frá Ísafirði gerður út stórir ísfisk og rækjutogarar. Ísfirðingar hafa eigið flugfélagið Erni, sem auk þess að sinna neyðarþjónustu hefur stuðlað að auknum ferðamannastraumi til bæjarins. Þegar jarðgöngin verða tekin í notkun og sveitafélögin sem að þeim liggja sameinast, verður mannlífið blómlegra á stöðunum og gerir Vestfirði að sterkari heild. Næstu 50 mínúturnar skemmtum við okkur með Ísfirðingum og nú skulum við aftur líta inn í grunnskólan til gests Einars Jónassonar sem þar ásamt Fríðu föruneyti. Þá komið að því að ræða við gest kvöldsins. Við hefjum sem sagt ferðina á þessu. Hann sterkur málsvari. Hann nærið því Ísfirðingur eftir sem best veit. Hann á margar fallegar þverslaufur. Og hann hrefnuveiðimaður, eða kannski segjum maður, hann var hrefnuveiðimaður. Konráð Eggertsson, vertu velkominn. Takk fyrir. Þetta bara nú svo brátt að að ég komið hér nánast á þess að vita af því, en hér ég komin og hérna mér víst ekki snúið fyrir þetta búið. Nei, eru þá ekki bara tilbúinir að fara í slaginn? Já. En ég ætla aðeins að velta þessu upp með Vestfirðinga. Þetta mislitur hópur? Nú þekkir þú þetta fólk eflaust vel? Já, Vestfirðingar mislitur hópur. Þetta fólk víða komið að og eins og allstaðar á þessu landi. Þetta landi ekki stort og þetta blanda allstaðar að og þetta mislitur hópurinn. Endur upp til hópa ágætti svo mjög gott fólk. Það sagði mér einhver að það nú margir þéttbýli staðir á Vestfjörðum að fólk jafnvel þekktist ekkert milli staða, það rétt? Ísfirðingar væri ekkert að speglur í hvernig flatherringar hefðu það og þess áttar, það rétt? Sko, ég skal ekki segja þetta, mér þykir þetta ekki ótrúlega þetta sé hjá fólki sem að þetta með sjómenn, þeir þekkjast ábyggilega tölvert mikið, en ég get vel trú að það sé ekki mikið svoleiðis ef það ekki ættingjar eða tengdir eða eitthvað sem að tengir fólk saman. Já. Þá hef ég trú að það sé ekkert mikið það. Og kannski fram til þessa tíma hefur verið erfitt að komast á milli? Akkurat, mjög erfitt að komast á milli, en það nú stendur undir bóta. En nú alls konar hólur í fjöllin hérna í kring? Akkurat. Heldur að það breyti einhverju? Ég vona það, og vildi að Guð gefa það væri. En nú segir, nú ætla ég aðeins að fara að ala á hrepparíknum. Nú segir fólk í þéttbýli, ég læt ykkur vita það, fólk segir kannski í þéttbýli, hvað verið að grafa göng á Vestfjörðum, eyða milljörðum í þetta, til hvers? Hverju svarar þessu? Það kannski ekki skrítið þó sem hugsið svona, því að það fullt af fólki sem áttar sig ekki á hvað við lifum aðalega á.
ég held að þeir sem að ráða þessu séu hugsa að reyna að tengja okkur sem best saman. Við lifum á fiski, lífið fiskur. Já. Og reyna að tengja okkur sem best saman. Það má alltaf deila hvað miklum peningum á að ofra í það. Það má alltaf, lífið ekki, það ekki allt peningar. En ef það hægt að fá fyrir peninga, þannig að fólki líði hérna vel, þá nokkuð mikið sem má láti það. Nú talaðum Vestfjarða kjálkan, það eru suðurfirðingar og norðurfirðingar, einhver munur á þessu fólki? Það held ég ekki. Ekki get ég merkt það. Sömu hagsmunamálin? Já, það eins og alls staðar í landinu, það votar hverju sínu tóta, en þegar í Harbakkanslægir og einhver bjátar á og stöndum við saman sem einn maður. Það hefur sýnt sig. Akkurat. Já. En nú hefur verið að tala sameiningu hérna sveitafélaga og menn að kljúfa sig út úr. Hvers vegna? Eru þverhausar inn á milli náttúrulega eins og annar staðar? Nú komst það alltaf illa að mér, sko. Ég sennilega í þessum hópi sem ekki spenntur fyrir sameiningun. Þú verður að viðurkenna það. Og það kannski, það ástæða fyrir því, held ég. Ég þekki til það sem búin að vera sameining. Já. Og ég hef einhvern veginn á tilfinningunni, eftir að tala við fólk, að þá myndi það jafnvel ekki sameinast. Eru þið miklu svona einstaklingshyggjumenn? Það hef ég trú á, að menn séu því. Við erum það allir Íslendingar. Ég hef heyrt að þið verið harðduglegir, er það rétt? Já, allir sem ég þekki eru harðduglegir. Ég hef aldrei verið duglegur, en allir sem ég þekki. Hefur hann ekki verið duglegur þessi? Harðduglegur, þarna fékkstu það. En heldur þú að þessi göng og þessar betri samgöngur geti orðið til þess að fólk fara að flytja burt? Ég vil ekki segja það, en ég get sagt þér að það dæmi til þess að það hefur gerst. Ég þekki stað vestur við Breiðafjörð. Þegar kom það eitthvað vegur, þá flutti allir burtu. Það voru 7 bæjar á nesinu. Við skulum vona að svo verði ekki nú. En við skulum aðeins líta á, það eru auglýsingar, við þurfum að auglýsa í þessum þætti líka. Er þetta sífellt að tala heilbrigði ekki farið að fara öfugt og ný ykkur? Er ykkur ekki farið að langa í eitthvað sem bragð að? Því ekki að prófa gamla vatnið? Eyjólfskóli, val þeirra sem þora, ótakmarkaðar byrðir. Eyjólfskóli, fáðu það óþvegið. Við erum einfaldlega betri. Nú bjóðum við hjá Vestfjarðamarkanum upp á alþjóðleg kvótaviðskipti á internetinu. Aukin þjónusta fyrir þig og samband við umheiminn. Forskur til Úsbekistan, Burundi, Uganda, Liechtenstein, Guam. Já, Guam. Það allt opið. Netfangið hfp.kv.brask_2. Þorsk úr Íslandia. Vestfjarðamarkaðurinn. Forskurinn og þú inn í nýja tíma. Já, það ósköp ljúft þegar menn geta gert öll til grín á sjálfu sér. Hvernig fannst þér þetta? Fannst þetta gott. Já, fannst þetta gott? Er þetta satt? Ég skal ekki segja það. Ég skildi ekki þetta með vatnið. Ég ekki heldur. Nú ekki heldur? Nei. En Þingeyingar eru nú bestir í flestu eins og kom fram í fyrsta þættinum okkar hérna á Húsavík. Vestfirðingar kannski fyrstir í mörgu og hann myndist á það, þetta kvótabrask og svindl. Er þetta viðkvæmt mál? Það held ég geti varla verið. Þetta kvótabrask og svindl, þetta náttúrulega allt komið til vegna gerða stjórnmálamanna. Já, við skulum ekki fara út í pólitík. Nei, endilega, alveg. En það ekki viðkvæmt. Það þeir sem að leiðast út í þetta, þeir eru að bjarga sér og sín. Já, en þá skulum við fá okkur tónlist, Konráð. Ég veit þú tónlisku maður og þá fáum við tónlist. Við ætlum að kynna hér til leiks Ingunni Sturludóttur, mezzo-sopran söngkonu og Susannu Budai sem leikur á píanóið og það So in Love úr Kiss Me Kate eftir Cole Porter. Gjörðu þið svo vel.
tónlistin sterkur þáttur í lífi ykkar Vestfirðinga. Já. Ísfirðinga kannski sérstaklega. Já, það er það. Og já, og flestra bólugingar líka og hérna allt í kringaldi sér mikil þáttur. Þeir sem ekki eru kannski mjög mikið inn í tónlist, þeir muna eftir Fakon frá Bíldudal, Bjegi og Ingibjörgu og Helga Björns sem fluttur suður. Eru fleiri? Helgi Björns alltaf ungur en við munum vel eftir hinnum, Fakon og Hirta Helga. Og þetta eru sterkir þættir eins og tónlist, þetta eru sterkir þættir í ykkur. Já. Mér finnst nú vera orðin býsna sterk lykt hérna líka, ég voru að segja eins og þetta er góð lykt. Finnst þetta góð lykt? Já, alveg, yndisleg. Þetta já, nú er komið að matargatinu, svo sannarlega, og þetta er svona ammóníakslykt í salnum og þá veit ég væntanlega hvað það er. Ég ætla að kynna til leiks matgæðinginn, það er hann Halldór Hermannsson. Ágæti áhorfendur, mér langar að kynna ykkur nokkra tegundir af uppáhaldsmatnum mínum sem var líka í gamla daga til þess að bjarga okkur eða forfeðrum okkar frá hungri en reynir svo að vera mesta hnossgæti. Ég vil byrja á ýsunni. Sjáu þið hana hérna. Það er hvergi betra loftað en á Vestfjörðum að þurrka harðfisk og þessi er líklega hengd upp í frosti. Það þýðir að hún heitir Friðísa. Með smjöri íslensku. Sjáu þið hérna lúðurrýklingin. Þetta er bara notað á hátíðum. Hann er dýr, heitir sagt ykkur. En hann er stórkostlegur og fágætur. Ég verða að segja ykkur frá Signafiskinum. Þessi er látið síg út á hjalli út í sjó. Hugsið ykkur. Sem liggur fyrir akkjörum að Guðmundi Eyjólfi. En rómantískt. Ég kem hérna blessaðri skötunni minni. Sjáu þið hana hérna. Ég hlakka til Þorláksmessunnar. Ég get sagt ykkur til dagana svo lítið barn. Og svo tek ég hana og stappa hana og ég tárast, hún verður að vera svo sterk. Og síðan tek ég afganginn, sjáu þið, og set hann í svona kæfusneiðar, sjáu þið og get hana alveg fram á 13. Mér langar ég hann núna. Og ég segi ykkur satt, hún er fjörgandi. Ég sagt ykkur það til dæmis að við hjónin, við hefum börn sem eru fædd syngfórum megin, altså 2, þau eru fædd syngfórum megin september og oktober og 2 börnabörn sem eru fædd í byrjun oktober. Hvað segir það ykkur? Hérna kem ég að þorskausunum. Þetta var á hverju kvöldi með súru slátri og hérna hafragraut. Ég kann ekki hann rífa hann lengur, það er skömm að því, en það verið gaman að geta gert það fyrir ykkur. Ég kem svo að hákallinu, sjáu líka hann. Hákall er allra meina bót. Hann er allra meina bót. Sértu þunglindur á hausti, taktu hákallin, það hverfur þunglindir. Sértu slæmur í maga, taktu hákallin, þér hverfur allur magaverkur. Sértu timbraður á móti dags, taktu hákallin, þú verður ekki lengur timbraður. Góði vinir, í endingu vil ég segja við ykkur, alveg sérstakan rétt sem er bara fundin upp af Vestfirðingum. Það var fyrsti mann sem veit í Hrefnu, var Hrefnuláki Súðavík. Þegar hann kom inn á litla bænum okkar á Barði með hrefnukjöt, þá var mamma glöð. Hugsið ykkur, hér er marinera hægt í Japana. Hugsið ykkur, svo er þetta steikjana í alls konar snissel og ég veit ekki hvað fleira, dýrlögt brað. Þetta er 5 ára gamla byrður sem ég lumma á. Það má ekki við hérna, ég segi ykkur það. Ég myndi keyra fleiri 100 kílómetra til þess að ná í eitthvað að þessu. Ég þarf þess ekki, þetta er til á staðinu hérna. Getum við ekki sagt doktor Halldór Hermannsson? Ábyggilega. Þetta var allt saman læknandi. En er þetta ekki alveg skelfilegt í maga fyrir svona óvana? Og lyktin er nóg. Ég veit ekki hvernig þetta fer í óvana en þetta fer ákvæmlega vel í mig. Alveg. Hvernig fer þetta í ykkur? Þið alveg það munnvatnið alveg það sullaðist bara þegar var að lýsa þessu. Þetta var skemmtilegt.
En þið tekkist, þú og Halldór. Halldór Hermansson? Já. Þetta er einn af mínum betri vinum. Já. Og búin að vera til marga 20 ára. Hvernig gengur samstarfið? Þú ert nú ákveðið maður, hvernig er Halldór? Ég get sagt þér það hefur ekki oft hvesst, en þegar það hefur hvesst þá hefur verið helvíti skjóska, en það hefur alltaf verið fljótt að jafna sig. Já. Það hefur alltaf verið búið að skella hörðu, við erum bara báðið þannig gerðir, fljótur upp, jafnfljótur niður. Heyrðu, 12 vinstig er hæsta markið á Veðurstofunni, hvað ferð þið í 15? Ég gæti trúa því. Já. En þú veist af ferðasögu Halldórs til Kúbu, veit ég? Halldór Hermansson? Já. Já, hann hefur lengi talað um það þessi langi til að fara til Kúbu og Mexíkó og hann fór ásamt konu sinni til Mexíkó og síðan til Kúbu og hann slapp hérna fyrir illviðri í Mexíkó, komin heim sem sagt, það gekk yfir, en hann hefur alltaf dáð Castro. Hefur hann dáð Castro? Já, hann borðaði með Castro. Já. En það hefur eitthvað verið ekki nógu gott sem þeir borðuðu saman, nema 35,5 tíma síðar þá fer Halldór að finna illilega til og það verður úr þessu hérna ægilegasta veiki. Hann lýsti þessu þannig fyrir mér eins og honum einu lagið að hann sagði þetta gekk niður af okkur hjónunum með svipuskafta spýtingi. Verðu, já, svipuskafta spýtingi, já. En við skulum þá snúa okkur á öðru. Við skulum snúa okkur á öðru. Það er tónlistin. Nú ætla að fara til ljúfa fallega tónlist og ég veit að þið getið flutt hana best á Ísafirði. Og ég þarf að lesa hér nöfn. Jónas Tómasson leikur á altflautu, Hulda Bragadóttir á píanó, Sigurður Friðrik Lúðvíksson á bassa og Janus Fratz á fiðlu. Send in the Clowns eftir Stephen Sondheim. Útsetning Jónas Tómasson.
Ég ætla að kynna nýjan gest til spjallsins. Það hún Sigríður Kristjánsdóttir sem veit allt ferðamál á Ísafirði og kannski Vestfjörðum. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það rétt? Veistu allt þetta? Nei, ég held ég viti nú ekki allt. Þú vinnur við þetta? Ég vinn við þetta, já. Húsvíkingar fóru út í hvalaskoðun. Ég veit að þetta erfitt orð fyrir Konráð. Hvað bjóðið þið upp á sérstaklega? Já, við bjóðum upp á ýmislegt. Við náttúrulega erum hérna við sjóinn, þannig að bátsferðir eru mjög stór hluti af ferðarþjónustunni hérna og þar höfum við verið með ferð sem alltaf daglega sem til eigin og Vígur við Ísafjarðardjúp sem að má geta þess að þeir heimilismeðlimir í Vígur voru að fá umhverfisverðlaun ferðamálaráðs 1995 sem mikil viðurkenning og mjög gaman fyrir þau og okkur hérna á Vestfjörðum. Sjálfsögðu. Og síðan eru náttúrulega ferðir á Hornstrandir sem að Ísafjörður við getum sagt miðpunktur ferða til Hornstranda yfir sumarið. Og svo sjálfsögðu hérna flugfélagið Ernir sem að hefur í æríkara mæli verið að bjóða upp á ferðir fyrir ferðamenn. Bæði þá suðurhluta Vestfjarða og svo suður og norðurhluta náttúrulega. Og svo hafa þau verið að bjóða nýja ferð nú undanfarin ár sem í Reykjafjörð á Hornströndum. Sem afar skemmtileg ferð og það farið í heita sundlaug þar í sömuferðum sem eina sundlaugin held ég á Hornströndum. En Sigríður, nú náttúrulega þegar við skoðum þessi tertuna, það búið að móta Vestfjarðakjálkan í tertunni hérna sem við ætlum að borða á eftir. Mörgum þykir svo langt að fara, svo langt að komast til ykkar. Já, það miklu lengra til Ísafjarðar heldur frá honum. Já. En Já, mér skilst það. En það nú ekki eins langt og það lítur út fyrir að vera. Höldum við fram allavega. Að sjálfsögðu. En jú, ef við tölum frá Reykjavík, þá þetta 500 kilometrar. En já, vegirnir eru nú að batna. Er það? Já, við allavega viljum halda því fram. Eru þeir að batna? Já, það allavega orðið stærri hlutir sem bundið slitlaga. Síðan náttúrulega á vegaáætlun að lagfæra Djúpveg og svo koma göngin núna allra næstu mánuðum, allavega yfir veturinn. En áður við förum út í þetta frekar, ég og svo margt eftir að spyrja ykkur þá langar mig til þess að koma hérna að auglýsingu. Ert þú einn af þeim sem þjáist af sama veðrinu, slabbi, stanslausri rigningu eða einfaldlega allt og mikið af sama veðrinu? Þá komin hendurlausn fyrir þig. Við í Vestfjarðamarkaðinum bjóðum nú öll veðrabrigðin á sama stað. Það stór hríðblind skafrenning, úrhelli, úða, norðaustan steiningskalda, stillilogn, fagrar frostnætur, asahlákur, sólskin, mollu, þokuloft, skyggni ekkert, rjómablíðu, austanrok, yfirborðsfrosi, slapp sem brotnar og undan þér í leiðinni í vinnuna svo að sokkarnir eru blautir allan daginn. Tilbreytingin okkar. Nú bjóðum við öll þessi veðrabrigði í sérstökum tilboðspakka þessa vikuna. Það að segja, þú kaupir 2 og fær 3. frítt. Hringdu núna í síma 456 9999 456 9999. Ég verð nú að segja eins og ég hef aldrei séð Vestfirðinga, Ísfirðinga auglýsa svona. Ég veit ekki auglýsta. Er þetta veðrið eins og þér? Konráð, þetta veðrið? Þetta bara grín. Grínin verður... Var það grín? Grínin verður að vera með. Já. Og ég get sagt það hefur nú verið bara undanfæri stanslaus norðaustanátt og það var alltaf skipt úr henni. En hún hefur ekki verið koss. Nei. En það getur verið svo einlítið hérna á haustinn að fólk sem kemur hér á haustinn og upplifir það að horfa hér út á pollinn, það gleymir því aldrei og sumir fara ekki eftir. Er þetta kannski hér eins og víða annar staðar að fólk kemur alltaf að vera í 1 ár og það kannski 10-20 ár? Akkurát. Gott. Ég ætlaði bara að vera 1 vetur. Búin að vera 32. Nú komið að könnun sem var gerð á Ísafirði í sumar. Þið vissuð ekkert það. Þið voru spurð og sumir verið eitthvað til háborna skammar í vissum. Húsvíkingar, þeir njóta ásta 3,3 í viku. Nú komið að því að vita hversu djarfir til ásta Ísfirðingar eru. Ef þú ættir að giska, hversu oft myndir þú telja að hjón,
svona meðal hjón hérna á Ísafirði og í nágrannasveitum, hjón á barneignaaldri, svona frekar virku skeiði, að þetta fólk nyti oft ástæðu miðum við viku. Aðalega, 4 sinnum, 5 sinnum, 4 sinnum. Svona meðal hjón á barneignaaldri. Svona 5 sinnum. Alveg eðlilegt svona 4 sinnum í viku. 4 sinnum. 7, 2 Að öllu jöfnu, það sem algengast, 4 sinnum. Já. Svona virku skeiði, barneignaaldri. Það við segjum 5 til 8. 5 til 8. Þessi áhugamannahópur hefur verið að þróa þessa dropa og verið að biðja okkur að dreifa þessum dropum til þeirra sem að svara okkur í könnuninni, reyna það í 1 viku og ef einhver fulltrúi þeirra mætti síðan hafa samband eftir vikutíma og sjá hver árangurinn hefði orðið. Já. Væri ekki til að reyna þetta? Jú. Læði bara dropum nokkrum í kaffi hjá frúnni á kvöldin og sér hvort það verður ekki mikill funi háttatíman eða svo. Ég reyndar ekki heima núna, ég er bara suður, þannig að ég veit kannski passar ekki akkurat núna að ég prófa þetta. Nei, þú geymir þetta í viku, maðurinn getur kannski tekið til meðan að þú spurt í burtu. En þetta, þú getur geymt þetta í ísskáp bara þannig að þú kemur aftur. En þú kannski bara, setur yfir þetta svo að hann sé ekki að gangi í þetta meðan að þú ert ekki nálægt. Það hressist einum of. Alveg hreitt, alveg til í það. Já, heldur að maðurinn myndi ekki vilja þess að dropa? Það veit ég ekki það, ég sé ágætslega í okkur sko. Já, en það getur maður ekki alltaf á þessu blómum bært. Já. Lauma þessi kaffi hjá hann á kvöldin. Sjá hvað gerist. Já, ég er ekki tilbúin að svara, þannig að þú ert ekki tilbúin að láta mig að... Jú, ég ætla að gefa það glasið, sko. Já. Ég ætla alveg að taka þetta í, sko. Já, ég á systir í Borgarnesi sem væri alltaf ábyggilega tilbúin að prófa, sko. Já. En ég hitt hana bara ekki fyrir til viku. Já, það er allt í lagi vegna þess að þetta geymist í ísskáp. Örugglega tilbúin að prófa. Já, þetta geymist og svo myndi... Þetta er grín. Já, Konráð, það er ekki slaufan sem gerir þetta? Þetta var frábært. Þetta var frábært, já. Þessi sem var komin upp í 8 sinnum. Já, þetta er kraftamaður. Þetta er kraftamaður og hefur örugglega fengið hákall og allt það sem er bóðið upp á. Ekki valið. Er þið sátt við þetta? Já, þið slóðu Húsvíkinga út, þeir voru 3,3, þeir komin upp 4,5. Það er eitthvað dauft yfir ykkur. Og það við árum Margrét Gretarsdóttir sem að fór af stað í sumar og spurði fólk og það var 6 manna úrtak. En sem sagt, nú eru þið númer 1 Ísfirðingar í þessum efnum. Slóðu þeim við. Hvað er það sem að gerir þetta? Er það landslagið sem að gerir þetta? Hvað er það sem að gefur þessa orku? Að spura mig? Já, þið lítið hvort á hana. Já, við sem ég hvert átt að svara. Það er ábyggilega það sem gerir þetta. Landslagið og það matur sem fólki borðar, hugarfarið. Já. Það verður að vera fallegt hugarfar. Gott hugarfar. Já. Við vorum að tala um Vigur, Sigríður. Báturinn fallegi, hvað er hann? Vigur Breiður. Vigur Breiður. Já. Segðu mér aðeins frá þessu. Já, og þetta er eiginlega, báturinn er eiginlega safngripur. Má segja, en hann er ennþá notaður í Vigur og notaður til að flytja féð í land á vorin og aftur tilbaka á haustin. Og svona þess á milli er hann svona til að sýna ferðamönnum og monta okkur að því að eiga hann gamla bát sem er sá eini sinna tegundar sem er ennþá í notkun á landinu. Og svo náttúrulega að koma í Vigur er eins og að koma í safn, lifandi safn. Millan, Viktoríuhúsið. Já. Íbúðarhúsið, jafnvel, þetta er allt 19. aldar hús. Þannig og andrúmsloftið er, ég má segja, afar rómantískt. Er það vinsælt? Þetta er mjög vinsælt. Já.
Og hverju vilja fara, útlendingar, Íslendingar? Já, bæði. Þetta við erum að fara með, það bil 1500 manns í eigina á sumri og þetta mjög blandað og þetta hefur verið mjög vinsælt meðal Ísfirðinga líka að fara með sína gesti og leyfa þeim að njóta þess að fara þarna. Þú oft komið þangað? Já, ég oft komið í vikur. Ég vil skora á alla Íslendinga að koma hér til okkar í stórum hópum og láta ekki vegina aftur að sér. Þeir skulu bara keyra aðeins hægar. Þetta ekki að marka hjá Sigbæti, hann var á svo lélegum bíl hérna. En komiði, keyriði varlega, veginir að batna. Veturinn. Þið eru duglega að kynna veturinn, Sigríður. Já, við höfum náttúrulega afar góða skíðaðastöðu hérna sem að fór að vísu mjög illa. Sem fór mjög illa 94 í snjóflóði en hefur nú verið byggð upp að einhverju leyti á öðrum stað. Við fórum farið með þetta innar inn í Tungudal. Og svo þið með páskavíkuna, góðu? Skíðavikan, já. Þannig að maður getur komið til Ísafjarðar í rauninni að vetri að sumri og gert eitthvað skemmtilegt hvar sem Það er nóg við að vera, það er ljóst. Hérna á Ísafjörði á staðnum er til dæmis neðsti kaupstaður. Það eru 4 friðuð hús sem við erum afar stolt af. Í einu af þessum húsum núna hluti byggðasafns Vestfjarða, sjóminjadeild og þarna það sem kallað tjöruhús sem það sem hefur verið síðast byggt upp og verður væntanlega einhvers konar kaffihús í framtíðinni. Ég veit að þú varst ekki hrifin að þið byggja þetta upp. Ég hló að þessu, ég sá hvað þetta var leiðilegt. En ég verð, fyrst þú nefndir þetta, að fá að koma því að ég ber mikið þakklætishug til þeirra manna sem að þessu stóðu. Alveg sérstakann þeir eiga mikið lof og þakklæti skilið. Og þetta er fallegt. Alveg og þetta hefur aðdráttarafl. Þetta hefur mikið aðdráttarafl. Fyrir Íslendinga eða útlendinga? Já, bæði. Það kemur hérna fólk og ég held að fáir missa á því að fara þarna niður. Kynnið þetta í bæklingum eða í útlöndum? Kynnum þetta bæði í bæklingum og eins í því efni sem við sendum til útlanda. En við skulum fara örlítið aftur í tíman og líta á sanna sögu sem við köllum lygasögu. En hún sönn þrátt fyrir það og við ætlum að fá lygasöguna. Jóhann! Jóhann! Já? Komdu hérna. Þetta getur ekki verið rétt. Hvað gengur á? Hvað getur ekki verið rétt? Já sko, hvað pantar eiginlega mikið af eldspýtum? Eldspýtum? Nú þennan venjulega mánaðaskamt, 1000, 12 búnt og hvers vegna ertu að spyrja? Það hefur einhver gert eitthvað vitlaust. Það voru að koma 12 kassar af eldspýtum og það nú svo mikið sem 12 búnt í hverjum, 144 búnt, heilsárskammtur af eldspýtum. Já, nú held ég að drottin myndi fyrirgefa mér þó ég bölvaði. Hvernig í ósköpunum má ég fara að því að losna við þetta allt saman? Ekki horfa á mig, ekki pantaði ég eldspýtunar. Góðan daginn, Jóhann. Góðan daginn, gróa mín. Og hvernig hefur það nú í dag? Minnst ekki á það ógrátandi. Ég var einmitt að segja við henni Júlíunu hérna á móti hvað læknirarnir okkar verið góð. Svo kemur þetta upp á. Þessar líka innantökur og vindgangur. Þeir geta nú vist ekki gert allt læknirarnir okkar. Nei. Ég heyrði nefnilega utan að mér en þú mátt engum segja frá. Nei. Ég heyrði nefnilega að Júlíuna hefði farið út í Hnífsdal daginn að heimsækja systur sína, segir hún sjálf. Við vitum nú betur. Við erum nú ekki fætt í gær. Ég skil ekki hvað hún og allt hennar slekti að sækja í þetta. Eða hún Sigga á móti? Já, þú veist nú best hvað hún gerir á næturna. Já, Gróa, á ég að segja þér dálítið? Já, hvað er það? En þú mátt engum segja það sem ég ætla að segja þér. Ég? Já. Ég ætla bara að láta þið vita það Jóhann Jónsson Eyfirðingur að ég er ekki ein af þeim konum sem lappa með leyndamál út allan bæ. Nei. Ég segi aldrei neinum neitt. Nema hafa fyrir því öruggar heimildir. Þú mátt sko vera alveg viss að ég skal engum segja.
Þykir það fyrir? Er það satt? Jésús. Ekki orð. Nei, auðvitað ekki. Já, ég ætla að fá 1 punkt af eldspýtum, takk. 1 punkt af eldspýtum? Já, er ekki allt í lagi með það? Jú, sjálfsögðu, það ekkert mál, það myndi vera svo mikið sem 47 eirar. Takk, gjör svo vel. Þakka fyrir. Jóhann, eldspýturnar eru að verða búnar. Það er ekki nema 1 punkt eftir. Einmitt, akkurat það sem ég reiknaði með. Heyrðu, hvað sagðir eiginlega við hana Gróu? Ég sagði henni að hún mætti engum segja, en Safeti gamli væri dauður og hefði tekið með sér í gröfina lindarmálið hvernig ætti að búa til eldspýtur og þær kæmu aldrei aftur. Ég verð nú að segja eins og vera, ég vissi ekki að Gróa væri að vestan. Hún er kannski að vestan. Eru margar Gróur á staðnum? Já, ekki að spyrja svona, ég veit það. Ég held að sem ekki fleiri hérna heldur en víða annar stað. Nei. En ég sá það að Jóhann var ekki Eyfirðingur. Jú, þetta var mikið snillingur. Já, hann var með þverslauf eins og þú. Þín er mjög sérstök. Hvað er þetta leðurslaufæðingur? Þú ert nú þekktur fyrir það ekki að fallega slaufur. Þessi slaufa ættur frá Noregi eins og selkinslaufa sem ég á líka og held svolítið mikið upp á slaufur. Það sem að þessi slaufa búin til úr, það sá hlutur sem að ef ekki væri á kallýri hrefnunar þá væri stofnin út döður. Já. En þessi Jóhann Eyfirðingur og hann átti bróðir Þorstein, þeir reru árabátum Bolungarvík og þeir hjálpuðu alltaf hver öðrum að setja niður á mótnana, skemmtundar. Einu sinni hafði Þorstein frétta fiskiríi á einhverjum stað sem var ákaflega knappt að leggja á. Þeir settu bátinn niður fyrst á Þorsteini og þá skipar hann öllum mönnunum að stökkva að borð og þeir íta frá landi og skilja Jóhann eftir. Því hann alltaf var á undan honum á miðin. Þá kallaði Jóhann: farðu til helvíti Steini bróður, ég kem á eftir. Jæja, en nú skulum við fá fallega tónlist. Það eru uppbernandi tónlistamenn frá Ísafirði sem ætla að skemmta okkur. Það eru ungar litlar stúlkur sem að heita Herdís Anna Jónasdóttir og Þórunn Arna Kristjánsdóttir og það ætla að syngja fyrir okkur. Og það er píanóleikari sem fyrr, Susanna Budai. Það ætla að syngja 2 lög, stutt, falleg 2 lög. Fyrst er það Ísafjörður eftir Jónas Tómasson við texta eftir Guðmund Guðmundsson og síðan Kvæðið fuglana eftir Atla Heimi Sveinsson við texta Davíðs Stefánssonar. Við skulum klappa fyrir þessu litlu fallegu stúlku. Þar freyðir aldan kvöld.
englabus í paradís. Við götu mína fann ég fjallaskúf og festi á hann streng og rauðan skúf. Úr furutré sem fann ég út við sjó, ég fuglaskar og lík úr smiðjum ó. Í huganum til himins oft ég svíf og hlýt að geta sungið í þá líf. Þeir geta sumir synt á læk og tjörn, en sumir verða alltaf lítil börn. En sólin gillir sund og bláan fjörn og sameinar með töfrum loft og jörn. Ég heyri fjarska villtan vængja þitt, varpan leikur draumsins perluglitt. Snert hörpu mína himmiborna dýrst, svo hlustið englar Guðs í paradís. Þetta voru verðandi stórsöngkonur frá Ísafirði að byrja sinn söngferil og náttúrulega byrjuðu glæsilega eins og tónlistamenn gera á Ísafirði. En við ætlum að setja saman ferskeytlur núna og fá hagyrðinga. Það er nú nöfn á þeim eins og öllu fólki sem hér kemur í kvöld til okkar. Ingibjörg Sigmundsdóttir og Gústaf Óskarsson, og þau kunna þetta svo sannarlega. Við skulum taka vel á móti þessu fólki sem ætlar að yrkja fyrir okkur. Athygli ég á þeim veg sem iðka skíðalistir og sér á dalinn sækja þrek sólargeisla þystir. Flæðir sól fjallasal frá svo skuggarvíki, það að finna upp á dal ísfyrst himnaríki. Og fáein orðan þá sem að gætu nýst best á þjóðarskútunni. Eina skútu á þessi þjóð sem þörf veg að vísa, mun það þingeisk gáfnaglóð greiðalið henni lýsa, en taki skútan skakkan koss og skila aftum þrotin, í brúnni verður að vera loss af vestfirsku bergi brotin. Þetta voru hagyrðingarnir þarna fyrir vestan á Ísafirði, Ingibjörg og Gústaf. En nú komið að atriði sem að ég hef rauninni beðið lengi eftir. Loksins fæ ég að vita hver hann þessi BG. Baldur Geirmundsson. Þetta voru BG og Ingibjörg, nú þetta Baldur Geirmundsson og Margrét Geirsdóttir. Gjörið svo vel.
sea went so fast, tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I want to be where the sun warms the sky. When it's time for siesta, you can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world, where a girl loves a boy and a boy loves a girl. Loksins fékk maður að sjá hann, B.G. sjálfan, Baldur Geirmundsson og svo Margréti, söngkonna með, Margréti Geirsdóttur, hann með heila hljómsveit til litla hljóðfæri og hún með Madonnu í röddinni. Þannig það. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna í kvöld. Sigríður Kristjánsdóttir og Konráð Eggertsson, kærlega fyrir móttökurnar. Og eitt í lokin, kæru vinir, það tréð okkar góða sem við gróðursetjum á hverjum stað þar sem við komum. Og gróðursettum það núna í neðsta kaupstað, þessum fallega stað ykkar hérna á Ísafirði, og ég vona að þið passið þetta fyrir okkur vel. Þetta var svona örlítið takklætisvottur fyrir móttökurnar og gestrisnina. Magnús, við hittumst eftir hálfa mánuð. Já, gestur og það á Egilsstöðum. Það á Egilsstöðum. Látum þessu það bara lokið í kvöld. Takk kærlega fyrir okkur og góða nótt. Má bjóða ykkur meira? Flott að það safnið sig og grófst þetta tréða það. Ég sagði ykkur það, Ísafjörður mikill menningabær. Já, það alveg rétt aðeins minn. Þannig afskaplega sólít. Mér langar að fara svona sumarskíði eins og maðurinn í þættinu. Sumarskíði. Þetta heita hjólaskíði og maðurinn að nota þetta til þess að æfa sig á sumrin í stæðin fyrir gönguskíði. Algjör sko. Svona slakið á. Hvernig væri við færum til Ísafjarðar í vetur á skíði? Já, heyrðu, ekki svona páskaungavíka þar? Eða eitthvað í sambandi við skíði? Jú, svona hænsnabrunn. Já. Það var engin snjór í þættinu. Ég veit það, elska mín. En alveg svo Magga systir segir, getur verið afskaplega gott viður á sumrin, en kannski svolítið mikil snjór á veturna. En það allt í lagi. Það styrkir bara fjölskylduböndin. Þá veitum nú ekki að meiri snjóhinn í Reykjavík. Heyrðu, kalli minn, ekkert svona. Menna, það fínt að búa einna fyrir sunnan. Það kannski ekki alveg jafn mikið logn eins og Ísafjörður. Vest með dreifbýliskremi. Hæ? Dreifbýliskremi, svo var ekki nema að skata. Ói, skata. Mér finnst nú að Ísfirðingar hefði átt að sýna okkur hvernig þið búa til þetta sólakaffi sitt. Ingi Björg mín. Sko, Ísfirðingar halda sólarkaffi þegar að sólin sést í fyrsta sinn veturinn. Þá fá menn sér svona rjómakökur og dúlítúl. Hvað má okkur sólakaffi? Hvað er líka gangi? Svo getum við ekki okkur skvötta á morgun. Ói.